Leikfélag Fljótsdalshéraðs var stofnað 1966 og setti þá upp skuggasvein. Fjölmargir hafa stigið á svið. En það eru hæðir og lægðir í öllu félagsstarfi og síðasta ár hefur sett stórt strik í reikninginn hjá sviðslistafólki og þetta félag er þar engin undantekning. En nú eru æfingar hafnar á ný og fólk greinilega farið að þyrsta í að komast á svið og í leikhús. Stundum hefur þetta gengið mjög vel, stundum hefur verið svolítið erfitt að fá inn fólk sko. Eins og núna hefur verið aðeins að slást við að fá inn, okkur vantaði einn svona eldri mann í leik og hérna það er búið að ganga frekar illa en við vonandi erum farin að finna núna bráðum í það hlutverk sko en þetta er bara rosalega misjafnt. Það er bara milli ára og hvernig verkið sett upp og hvernig er í stjórn og þetta er alltaf eitthvað svona pólitískt líka sko. Komið það einmitt að því hvaða verk ætlið að fara að setja? Heyrðu, þetta er sem sagt verkið sem heitir Tom, Dick og Harry eftir Ray og Michael Cooney. Og þetta er sem sagt bara vandræðafarsi, bestu gerð. Sko eiginlega ekki hægt að kalla þetta hurðafarsa, það er svo leikfélag hérna er svolítið. Við erum svolítið mikið í því að setja upp farsa og eitthvað svona skemmtileg verk sko. Kannski ekki alveg verið í sko melodramatíkinu og því sko, en þetta er sem sagt bara vandræðafarsi og er alveg bráð skemmtilegur. Við sko, þegar við vorum að velja verki að allir í stjórninni við sátum þegar við vorum að lesa yfir handritin og það hlógu eiginlega allir. Bara við það að lesa handritið, það segir nú ýmislegt sko. Og þetta er hratt, svona vandræða, já, má eiginlega segja það sko, þetta er svona einkennisverk fyrir okkur í rauninni. En nú þegar þið eru búin að manna allar stöður, hver ætlar að leikstýra ykkur? Heyrðu, við vorum svo stálheppin að fá hann hérna Ármann Guðmundsson sem er oft kenndur við Ljótu hálfvitana. Við byrjuðum að æfa og hérna komum með húsnæðið og við munum sýna á Iðavöllum hérna sem er út á völlunum, rétt út af Vegistæði. Og hérna, þetta lítur alltaf alveg glimrandi vel, sko. Ég er mjög spennt sjá afraksturinn. Löggan er að koma inn á garðið! Þetta er spennuatriðið! Já, en... Já, ég gef þér kaffi rétt strax. Já, en... Já, alveg! Það eru 9 hlutverk í verkinu, svo í kringum allt baksviðsdótið. Við erum svona 15-20 manns. Sko á bakvið og svo leikarnir, þannig að þetta slagur upp í 30 manns þegar búið að tína allt saman sko. Leikhópurinn var búinn að æfa farsann fullkomið brúðkaup í fyrra þegar COVID skall á og leit lengi vel ekki út fyrir að hægt er það frumsýna, en þau eru þrjósk, segir formaðurinn. Við lentum í því að það komu samkomutakmarkanir sem sagt á hérna frumsýningardaginn. Þannig að við ætluðum að færa okkur fram einn dag, þannig að við næðum að sýna, eina sýningu. En þá lendi einn leikarinn í einangrun, þannig að það var bara allt skellt í lás og öllum sviðslistum náttúrulega bara lokað og bannað í rauninni. En við hérna ákveðum að þrjóskast og sýndum svo núna síðastliðið vor í rauninni. Þannig að við erum faktist að sýna 2 leikrit á þessu ári. En hérna við ákvaðum það að reyna að halda áfram fyrst að það búið að leggja allar þess að vinna í og hún kom með leikstjóran og svo Leiluvörg og sveitafélagið náttúrulega líka með húsnæði. Þannig að við gátum ekki annað en að sýna þetta sko. Einar Sveinn er ekki í vafa hvers virði leikfélaga er hverju samfélagi. Það snýst kannski ekkert endilega leikritin sjálfu sér, þó að sé náttúrulega stór hluti af því. Það snýst fyrst og fremst fólkið. Það snýst baksviðsfólkið, sminkuna, ljósamennina, sviðsmyndasmiðina, leikstjóran og allt þetta dót. Og mér finnst, og ég bara sé það núna síðastliðnum árum, hvað þetta hjálpa fólki. Þetta er svo mikilvægt fyrir hérna sjálfstraust. Það fær kannski fólk sem er kannski alltaf í sama starfinu og er bara fast í því sko löngum dögum að getur allt innu stíið bara út í eitthvað allt annað og gert eitthvað sem er bara skemmtilegt og menningin á bakvið allan mannauðinn er svo mikil. Heyrðu, er eitthvað sama? Já, fyrir ekki. Hvað er húsið? Mér er alveg sama húsið. Hvað þið segið þér? Ég geti fengið húsið fyrir undir 200.000 pund. Ég myndi segja að vera að sniffa formalín á líkhúsi Spítalans. Mjög gott af mín. Hvað er formalín? Þetta er náttúrulega fólkið, þetta er allt í sjálfboðavinnu, þetta er allt fólk sem kemur hingað þaðan að og sko sitt konar stjættunum jafnvel og allavega kemur saman og setur upp eitthvað skemmtilegt og eitthvað sem fólk man eftir að eilífu sko. Þetta er svo ég er búinn að hlusta á eldri félaga í félaginu segja sögur af sko leikverkum sem sko hafa verið bara algjör vandræðaverk en hefur samt náð að sýna og samt náð að koma þessu áfram bara af þrjósku og eljusemminu og ástríðin, þetta er náttúrulega ástríða að gera þetta sko.
Einar Sveinn hefur starfað í leikfélaginu bæði sem ljósamaður og leikari í að minnstakosti 12 ár, en upphafið að hans áhuga má rekja til Hallormsstaðaskóla þar sem hann gekk í grunnskóla. Já, við vorum svo stálheppin að eiga það kennara sem heiti Jón Guðmundsson og hann Jón, eins og hann kendi mér að synda meðal annars, mjög fjölhæfur maður, að hann sko frumsamdi alltaf leikrit, svona bara mjög fyndin og skemmtilega leikrit fyrir eldri deildina til að sýna. Og þetta er rauninni þessi bakgrunnur að hafa verið í þessum grunnskóla með þessa ríku leiklista hefð, að hún kemur mér sko síðan áfram í leikfélagi. Þá hringir, semst ég komin í menntaskóla, þá hringir einn gamall kennari í mig og spyr hvort mér langi ekki að koma og brasa í ljósum fyrir leikfélagi, því ég var byrjað að dabla svolítið í því. Og svo endaði það þannig að ég bara fór ekkert, nema ég skarpa Hvanneyri í 2 ár og svo kom ég aftur og datt beint inn í þetta, þannig að þetta er svona, já, þetta er bara svo inngróð í mann einhvern veginn, uppalið. Og þú ætlar að eldast vel með leikfélaginu? Já, ég held að það endi þannig sennilega.